Jóhannes, af hverju fyrirtækið í Key Habits? Ég tel að þetta sé áhugaverð nálgun að koma í svona lengri tíma þjálfun þar sem við erum að vinna með markmið og markmiðastjórnun og það sem að hver er að hugsa að bæta sig og efla sig og ég held að þannig munum við á endanum vera öflugri heild. Gunnar, segðu mér, hvernig kynntist þú Key Habits? Ég var boðaður á fund með stjórnendum fyrirtækisins. Ég hafði engan tíma fyrir það en lét til leiðast og sé ekki eftir því. Það sem kom mér mest á óvart er hvað er hægt að kafa djúpt í þessum verkefnum og hvað er hægt að kafa djúpt í sjálfa mig. Það sem kom mér eiginlega mest á óvart var það að það væri yfir höfuð til eitthvað tæki eða aðferðafræði til að aðstoða mann við að taka sér markmið áfram og til svona langstíma, til 1 árs. Ég bara vissi ekki að vera til og bara er mjög ánægð með það. Þetta er ekki átaksverkefni eins og svo mörg sem að bara renna út í sandinn. Þetta er langhlaup. Þetta hefur bara breytt því að ég er með skýrari markmið og er með áætlanir fyrir mig persónulega sem að kannski hefur meira oft verið bara fyrir fyrirtækið en núna fyrir mig persónulega. Ég er í Key Habits bara til þess að gera sjálfa mig að betri mannesku og betri starfsmanni. Þetta er eitthvað mikilvægasta sem ég hef tekið mér fyrir hendur svona undanförnum árum, þess að fyrir mig persónulega. Ég er í þessu vegna þess að ég er gjörn á það að setja mig sjálfa, persónulega mig í síðasta sæti og ég þarf að koma mér framar og skipuleggja mig betur með persónulega tíma. Ég er ekki að gera það. Ég ætla að nota þetta til þess. Brynjar er alveg ótrúlegur og það er alltaf eitthvað nýtt, það kemur alltaf með eitthvað nýtt, nýja vingil sem að maður þarf að hugsa út í. Það verður alltaf að hvetja mann að hækka rána, að gera meira, ekki sitja á raskatinu.